Svo já, ég heiti Jón Magnús og ég sérnámslæknir í lyflækningu við Landspítala og ég ætla bara að fara svona á hundavaði yfir aðferðir við greiningu á SARS-CoV-2. Því að það verður bráðum fullfært fyrir núna, sem verður frábært. Nú, ég ætla að byrja bara örlítið á stutt á kynningunum sem ég get þá bara skora aðeins af. Þetta kórónuveiran, SARS-CoV-2 sem veldur COVID-19 og hún hjúpuð positive sense single-stranded RNA veira sem þýðir að hún með einstrandings RNA erfðaefni og sem hjúpað inn í svona lítið hjúp og veldur öndunarfærasýkingu eins og ætti að vera ljóst og sem sýkir aðalega þekjufrumur í nefkokkinni og lungnablöðrum. Þetta getur einnig sýkt þekjufrumur í smáþörmum og það svona grunur að þetta getur sýkt aðrar frumur. Þetta dreifist fyrst og fremst með drópsmiti en aðrir möguleikar eins og snerti úðasmit eru þó möguleikar. Það sem mikilvægt að undirstrika varðandi sjúkdóminn sem SARS-CoV-2 veldur, sem COVID-19, að þetta oftast efri öndunarfærasýking sem getur þróast yfir í neðri öndunarfærasýkingu og hefur áhrif á fjöldamörg líffærakerfi með meðgöngutíma 5 til 6 dagar. Svo smitast, svo tekur 5 til 6 daga fyrir einkennin að koma fram. Aðalatriðið að algengustu einkennin eru mjög mörg og mjög fjölbreytileg og það engin einkennamynd sem dæmigerð fyrir COVID-19. Þessi prósentu sem ég hef fyrir aftan þessi einkenni hérna í rauninni bara algjörlega tilfallandi úr einni rannsókn frá júní 2020 og það kannski einkennist svolítið af svona örlítið alvarlegri tilfellum af COVID-19 en gengur og gerist. En þar má sjá að meira segja í alvarlegri tilfellum hiti bara til staðar í 43%, hósti 50%, slappleiki og þreyta mjög algeng og rannsóknir til þessa svona að bendi í áttina að því að einkenni eins og slappleiki, þreyta, höfuðverkir, vöðvaverkir séu í rauninni leiðandi einkenni í COVID-19, svo koma önnur ofan á það. Svo mér finnst bara lykilatriði, þetta ekki einn dæmigerð, þetta COVID-19, þetta ekki byggt á einkennum, þetta rosalega flókin mynd. Svo bara aðalatriði, lykiláhættuþátturinn varðandi COVID-19 og fyrir meiri áhættu bara hækkandi aldur, sem fer stigvaxandi eftir 50 ára. Þessi áhætta af alvarlegum sjúkdómum út af COVID-19. Svo eru mörg aðrir áhættuþættir sem komin líka áfita, reykingar, krónískir nýrnasjúkdómar, krónískir lungnasjúkdómar, sykursýki, krabbamein. Þá það líklegast þeir sem eru komin svona í langt gengið ólæknanlegt krabbamein. Það sem mest hættan og hjarta þessu. Svo bara svona aðeins undirstrika hvað þú getur séð í öðrum rannsóknar niðurstöðum í COVID-19 fyrir utan bara sýkla rannsóknar niðurstöðum. Lymfópenía algeng, hækkað lifrarprufur, hækkað LDH, hækkað ATP sérstaklega af lifrarprufum. Það var svolítið ábyrgðandi að sjá gjarnan og gaman GT, en það svona bara ósértækt. Svo má sjá hækkað ferritin CRP-sökk, þá má sjá eðlilegt ferritin CRP-sökk. Svo að það í rauninni ekkert sem dæmigerð þar heldur og svo hækkað DD. Kannski gott að nefna, hækkað DD-dímer og lymfópenía tengast kannski frekar alvarlegum tilfellum af COVID-19. Svo þetta svona prognostic faktor líka. Eitt sem langar að undirstrika varðandi myndgreiningu að það til dæmigerðarbreytingar sem svona bilateral ground glass breytingar með eða án consolidation meira útlættu lungnaverð. En þetta bara dæmigerðarbreytingar. Það að sjá í rauninni hvað minnstu sem og breytingar geta líkst bakteríu lungnabólgu og geta bara verið einvegin. Svo það ekki það að þið sjá lungnabólgu einvegin, ekki báðumegin, að það sé ekki COVID-19. Það getur verið COVID-19. En þá komum við að svona kjarna. Og ég hafði líka tíma að þetta ekki það langur fyrirlestur að það sé ekki rými fyrir umræðu eftir á. Svo endilega bara hafði í huga hvað þið viljið spyrja Það á að vera hægt að setja hendina upp, en ég held að það sé bara betra eða með spurningar endilega bara koma með það eftir á og bara skal reyna að svara eftir best getur. Það ekki hægt að staðfesta eða útiloka COVID-19 byggt á sögu, skoðun, blóðprufuniðurstöðum eða myndum. Það bara ekki hægt. Það ekki hægt klínískt að greina COVID-19 þó það sem geti fært mann yfir í áttina að líklegt ekki líklegt. Það þarf að taka strók úr nefkoki og hálsi hjá öllum með einkenni sem samræmast COVID-19. Þá eru aðrar sýrnategundir mögulega hráki, barkasóm þess að saur, en hráki nefkok og hálsstrók svona fyrsta skrefið. Og þetta sent síðan í rauntíma kjarnsýrumögnun. Real-time polymerase chain reaction sem ég mun bara nánar út í aftur. Þess að greina erfðaefni SARS-CoV-2 í því sýni sem við erum að taka. Eitt sem hefur
bara búið mikið á hérna í nær umhverfi mínu að það búið að sleppið að taka sýni því einkenni eru ódæmigerð. Það á ekki að gera því eins og ég undirstrikaði áðan, það engin dæmigerð einkenni COVID-19 í rauninni sem að gera það verkum að við getum svona sloppið að taka sýni í öllum öðrum tilfellum. Svo þá ekki að sleppa að taka sýni því einkenni eru ódæmigerð. Ef þetta getur samræmst COVID-19 það á að taka sýni og þá að taka sýni sem fyrst ekki bíða. Mótefnamælingar síðan eitt annað sem ég fer ekkert mikið í því að það á ekkert í rauninni þátt í að greina COVID-19. Mótefnamælingarnar eru meira faraldsfræðilegs eðlis, gott í rannsóknum, en mótefnamæling segir lítið fyrir hvern og einn einstakling því að þú getur verið neikvæður með mótefni en hafa fengið COVID-19. Þú getur verið varinn fyrir COVID-19 þó þú sett neikvæður í mótefni og þú getur verið með jákvæð mótefni þó það sé sjálfgert, það getur verið með jákvæð mótefni þó þú hafir ekki verið með COVID-19 og það sérstaklega þá í þessum svona lágjákvæðu / neikvæðum tilfellum af mótefnamælingum. Svo þá almennt ekki að geta nema í bara samráð við heilbrigðisþjónustu auðvitað, en ekki bara fara út í fara og bara fá sér mótefni mæld af því bara sem sem stær hérna höfuðborgarsvæðinu. Svo að það sem við þurfum að gera að taka sýni og hvað sýni eru að taka, við erum að taka úr nefkólgu og hálsi og þetta í rauninni svona bara segja það sem flestir vita að nefkókspinnin, þetta oftast 2 pinnar, það var einu sinni þannig að það var 1 pinni en það oftast 2 pinnar núna og það annars vegar nefkókspinni og hann fer lárétt eftir gólfi nefkólksins aftur í nefkók svo maður fer inn lárétt, ekki upp, ekki niður, maður ekki að biðja sjúklingnum að horfa, maður láta hann horfa beint áfram, lyfta kannski örlítið nefbrottinum, fara lárétt eftir gólfinu, aftur í nefkók, snúa og aftur út. Hálspinn fer síðan hverkar þar aftur í munnkók. Og svo tekur maður báða pinnana, setur í glasið, brýtur pinnana, lokar, sótthreinsar allt glasið að utan til þess að takmarka mögulega fræðilega hættu á snertismiti með SARS-CoV-2. Svo setur maður glasið í poka, sendur á viðeigandi stað. Eins og ég nefndi þá hráki mögulegt sýni, eins erfitt og það hann á góðu hrákasýni og berkjuskóli annað mögulegt sýni sem auðvitað á við þá sem barka fyrst og fremst. Það almennt ekki verið að mæla með því að berkjuspegla einstaklingu til greiningar COVID-19 en það fer eftir leiðbeiningu samt sem aðra. Og svo geymi kæli, ef ekki táflega sending og þetta getur geymst í kæli á áræðanlega hátt í svona 2-3 daga í þessu æti sem það í þessum glösum. Nú, það sem PCR að gera þetta kjarnsýrumögnun, við erum að magna upp kjarnsýru. Svo erfðaefni úr sýni sem á formi DNA magnað upp með aðstoð sértækra prímera. Og þessi prímerar þetta stuttar erfðaefnisræður sem bindast aðeins við ákveðna röð erfðaefnis og verka sem í rauninni upphafsstaður endurritunar eins og bara í okkur. Það eru prímerar sem eru notað til að starta umritun og endurritun. Svo að það sem við gerum hér við gerum svo kallar rauntíma real time PCR sem skammstað RT-PCR sem ruglandi með reverse transcriptase PCR líka skammstað RT-PCR, frábært. Svo að rauntíma kjarnsýrumögnun, hann notar við flúrskinsmerkta þreifara eða prófa til að meta umfang mögnunar þegar hún að gerast. Svo því meira sem magnaði, því meira flúrskinsmerki sjáum við. Svo keyrðir mögnunarhringir, þar sem við mögnum upp erfðaefnið í hvert skipti ein umferð endurritunar í hverjum hring. Þangað til við náum mælanum magni af erfðaefni ef það er jákvætt. Vegna erfðaefnis kórónuvera, því að þetta RNA einþátta með vera, þá þurfum við að breyta RNA-inu yfir í DNA fyrst. Og notum þá reverse transcriptase sem upprunalega uppgötvast í HVV-veirunni til þess að breyta til þess að breyta RNA-inu yfir í DNA aftur tilbaka. Áður við förum síðan að magna þetta. Og hérna fylgst við bara mjög góða skýringarmyndir á annars vegar reverse transcriptase skrifinu og hins vegar PCR skrifinu. Svo að þarna myndin til vinstri erum við með RNA einstrending. Svo setjum við próf til þess að byrja reverse transcription bakreitum og búum til þá DNA þráð úr RNA-þræðinu. Og svo verður sjálfkrafa myndin af því þá DNA eftir. Síðan magnum við upp DNA og PCR snýst í rauninni bara 3 mjög einföld skrif. Fyrsta skrifið að taka tvíþáttu DNA sundra. Þess að við getum komist að hverjum stendingu. Þetta bara eins og þegar það vera endurritað DNA.
Síðan fara þessi prímerar sem við erum búin sérstaklega velja til að magna upp ákveðin bút af erfðaefni. Það við láta það bindast við DNA. Síðan fer lenging af RNA-fræðinu af stað, eða DNA, lenging af DNA af stað, svo elongation skrif. Og þá búum við til 2 nýja tvíþátta strendinga, en bara ef prímer var að bindast við tiltekinn erfðabút. Svo gerum við þetta aftur og ef þessi erfðabútur sem við vorum leitað var uppfram til staðar, þá ætti að vera komið mjög mikið magn af endurteknum í loka sínu, þessar loka úrtökum. Svo rauntíma kjarnsýrumagnun fer fram í nokkrum skrefum og ég ætla að fara yfir svona hvert og eitt skref örlítið bara til að undirstrika hvað felst í öllu þessum skrefum og hvað flækjustig eru í hverju og einu. Hún fer fram þannig að fyrst sýnið móttekið, svo við erum búin að senda sínum stað, það móttekið á rannsóknarstofunni, skráð inn og fluttið yfir í viðeigandi vinnuglas. Svo við getum ekki bara tekið sýnatökuglasið, hellt í henni PCR-tækinu, það er augljóst en bara svona gott að undirstrika það. En síðan eru kjarnsýrur einangraðar frá öðru efni í sýni. Þetta er skref sem gleymist oft. Við getum ekki bara verið með allt gumsið sem fylgir í sýninu og reynda einangra erfðaefni því. Við þurfum að einangra kjarnsýrur fyrst. Einangra erfðaefni eftir þessa einangrun sett saman síðan með PCR-blöndu sem inniheldur í rauninni prófa, prímera og hvarfi til að gera PCR-hvarfi. Svo öll þessi blanda sett inn í PCR-tækið, sértækur bútur af erfðaefni magnaðar með endurteknum mögnunarhringjum og svo eru þreifararnir sem eru flúrskiptsmerktir sem meta magnið af þessari mögnun sem við erum að magna fram. Og lykilatriði í þessu real-time PCR er að þetta er ekki bara já, nei, þetta er ekki, við erum með þetta erfðaefni, við erum ekki með þetta erfðaefni, við erum með SARS-CoV-2, við erum ekki með SARS-CoV-2. Þetta snýst hversu mikið erfðaefni var þarna í byrjun sem við getum metið út frá svokölluðum cycle threshold og ég mun koma betur inn það á eftir, hvað það þýðir. Mér finnst alltaf þetta að undirstrika móttak og skráning sýnir því að það er mikilvægur svona viðkvæmur tímapunktur því að það þarf náttúrulega að fara í réttan farveg og við þurfum að geta treyst í að sýnin sem við fáum sem vissulega frá þessum sjúklingi á þessum stað til að treyst niðurstöðunum sem við erum að fá úr mögnunni. Nú, ég fengi upplýsingar að þetta verður keyrt inn í GLIMS-kerfi. GLIMS er þá svona rannsóknargrunnurinn fyrir rannsóknarstofuna hér og þá rannsóknarstofuna líka varðandi veirufræðina. Nú, sýnið er einmitt og beiðnin sjálf skönnuð inn og í kjölfar ætti að fara eftir svona einhvern skilgreindu flæðritum fyrir sýn og þetta er bara dæmið en ég ætla ekki að fara yfir það svona klassískt flæðrit og flytja sýnin í viðeigandi glös. Þetta tekur tíma. Þetta getur líka verið svolítið tímapunktur þar sem mengun getur orðið sér stað milli annars sýna. Svo það er mikilvægt að hafa það í huga. Einangrun kjarnsýra fer oftast fram í gegnum svona tæki sem að ég veit ekki hversu vel allir sjá í svona erfðaefnis einangruna tækjum. Þetta er MagnaPure ETSI 2.0 sem við nota hér meðal annars. Svo eitt sem er gott að hafa í huga, strókun er kokk og hálsi. Strókpinnarnir eru mun flóknari en oft er gert svona talað um. Þetta er í rauninni svona busti. Svo það sem við erum að fá úr þessum strókpinnum er í rauninni samansamt slími, frumum úr nefbóki og hálsi og bara svona seyti. Svo það sem við erum aðalega að skoða er hvort að veira sé þarna. Og það getur verið veira inn í frumum eða utan á frum, fyrir utan frum. Og ef veira til staðar þá er umtalsverður hluti af erfðaefni alltaf bundið við frumum. Svo auðvitað viljum við fá erfðaefni sem er líka læst inn í frum. Svo þurfum við auðvitað að losa það út líka. Og því þarf þessa sértæku einangrun erfðaefnis og þá einangrun erfðaefni bæði innan og utan frumum. Og það er til margar gerðir, það er til MagnaPure ETSI 2.0 og svo BasePure, það er frá Pentbase sem skilst mér bæði fyrir norðan. Svo nákvæmlega hvað þarf síðan að gera eftir þetta. Við erum búin að einangra erfðaefnið sem við viljum reyna að magna upp. Hvað gerum við næst? Við þurfum að blanda þetta saman við allt sem við þurfum fyrir PCR-hvarf. Svo nákvæmlega hvað þarf að blanda fer mjög mikið eftir rannsóknarstofu. Ég held að raunin verður að það verður hægt að panta inn bara mjög
sértækar blöndur sem eru príblandar eiginlega full. Svo það þarf ekki að blanda prímur og þreifum við, eins og getið til dæmis hér, en við aðra svona hvarvetnablöndur. Svo þetta í rauninni bara tilbúið, það þarf að blanda sýni eða einangra erfðaefni við restina. Svo eftir við erum búin að bæta við þessum einangrum kjarnsýrum, ætti endilega að blanda innihalda einangra kjarnsýrunar úr sýninu, sértæka prímur til að magna upp ákveðið svæði, reverse transcriptase enzym til að breyta RNA yfir DNA, hitastýrðan DNA polymerasa sem að fjölgar DNA bara við vissar aðstæður, sem þú veist hitastig, og svo kjarnsýrur, þreifar og buffer til að leyfa kjarninu að eiga sér stað. Og þetta sem sagt Thermus aquaticus bakterían sem TAC-polymerasin sem oftast notaður núna í PCR kom úr. TAC stendur bara fyrir Thermus aquaticus. En hvað við þá að magna upp í tilfelli SARS-CoV-2? Og hafið þar í huga að það mjög mismunandi eftir veirum, eftir bakteríum og öðrum dýrum sem við erum að einangra og magna upp. Það mjög mismunandi hvað við erum að magna upp, hversu margar mismunandi erfðaraðir við þurfum að magna upp til þess að þetta sé sértækt og næmt. Hérna mynd af erfðaefni SARS-CoV-2 sem við tala Orpheon, sem í rauninni bara allir þeir opnu lesramar eða open reading frames við erum að horfa á í erfðamenginu. Því að tjáning erfðaefnis veira svolítið frábrugðið því sem við þekkjum. Það sem við erum að magna eru 3 mismunandi erfðasvæði í SARS-CoV-2. Það ORF1AB svæði sem að tjáir fyrir polymerasan og í rauninni svona fjölprótín. Það S sem yfirborðsprótínið, spike, og svo N sem nukleokapsid prótín. Svo við erum að magna öll þessi 3 mismunandi svæði aðskilið og við fáum þar að leiðandi í rauninni 3 mismunandi kurvur fyrir 3 mismunandi erfðasvæði SARS-CoV-2. Þetta allt mjög sértækt fyrir SARS-CoV-2. Mjög lítil krossun við aðrar górunur, mjög lítil krossun við aðrar górunur. Svo að núna þegar við erum búin að einangra, blanda og ætlum að koma PCR hvar stað. Það keyrir alltaf 40 hringi af denaturation annealing elongation á þessari svona PCR hringi, 40 hringi. En það þýðir ekki að 40 hringir allt sem jákvætt eftir það jákvætt, magnað upp jákvætt, allt sem ekki magnað upp neikvætt. Það ekki það. Það lykillinn eiginlega bak við RT-PCR að við metum síðan hversu mikið þurfti af hringjum til að byrja að magna upp þetta erfðaefni. Svo við lesum á flúrskautsmerkjunum hvort magnin eigi sér stað og hver þá þessi cycle threshold og þá tala CT-gildi sem við mikið tala en fáir aftur sig fullilega á því að þetta alls ekki einfalt. Og við berum það oft saman við jákvætt og neikvætt kontról fyrir hverju og eina keislu. Það fer þá eftir CT-gildinu hversu mikið við þurftum af mögnunarhringjum til að byrja að magna upp erfðaefni, hvort þetta sé jákvætt, lágjákvætt, vafasvar eða neikvætt. Það lykilatriði. Cycle threshold í einföldu máli sá fjöldi hringja í RT-PCR sem þarf til að ná fram almennilegri mögnun erfðaefnis. Ef mögnun verður eykst flúrskynið þá með veldisvexti við tíma. Svo að við sjáum svona fallegar exponential kurvur og því meira af erfðaefni sem var í upphafi, því færri hringi þarf til að magna upp erfðaefnið og því lægra CT-gildi. Og þetta eiginlega lykilatriði. Því meira erfðaefni sem var í upphafi, því lægra CT-gildi. Svo að út af því við erum að reyna að nota magn erfðaefni sem proxy fyrir magn veiru. Þetta ekki bein endurspeglun. En það gefur oft góða hugmynd þá því meira sem var af veirunni í byrjun, því lægra CT-gildið í RT-PCR-keislu. Og hérna mynd sem bara sýnir í rauninni hvernig við erum að meta CT-gildið. Þetta dæmingar kurva, það sem að bláa flúrskautsmerki. Hérna background flúrskynið, það alltaf background flúrskynið. Svo hérna engin mögnun búin að eiga sér stað. Svo byrja þetta, fjöldi hringja hérna meðan sem við höfum með hægri og allt í einu fer þetta magnast upp, fer í exponential fasa, svo erum við komin í svona plateau fasa. Svo við erum hérna klárlega ná að magna eitthvað upp sem við náum að mæla með flúrskinsmerkingu með endurtum fjölda hringja og við almennt metum svona, það erfitt að lýsa sem kom þessi í rauninni bara að vera með margar kurvur fyrir fram sig, en það í rauninni þegar exponential vaxtafasa byrjar, þá fyrir við að tala það sé CT-gildi. Svo að það einhvers staðar hér. Fjöldi hringja sem þurfti til að byrja mögnun var einhvers staðar hér.
Það sem flókið við túlkun sytugilda að RT-PCR mjög öflug aðferð og það ber að túlka sytugildið varlega því að við getum fræðilega séð magna allt upp bara endalaust og lokum fengið jákvætt svar. Þess vegna 40 haft sem þak og svo metum við sytugildið. Þess að meta hvort þetta sé raunjákvætt líklegt að vera bara einhvers background mengun. Og það umtalsverð mengunarhætta. Í nær öllum skrefum ferilsins, falsk jákvæð niðurstöður geta komið fram. Þær eru staðreynd, við höfum séð þær en við viljum grípa þær og stoppa þær. Í tilfelli SARS-CoV-2 ekkert skýrt cutoff fyrir jákvæðar og neikvæðar niðurstöður og það annað grundvallað. Ef sytugildi undir 30, svo að það þarf færri en 30 hringi til að magna verðaefnið, þá það næstum alltaf raunjákvætt. Bara næstu alltaf. Aldrei segir falskt jákvætt sem yfir undir 30. Ef sytugildi milli 30 og 70 túlkun erfið. En ef sytugildi yfir 37, þá tölum við bara neikvætt. Sytugildi yfir 37 í rauninni bara ekki margt. Og þá í þessu samhengi gott að hafa í huga hvernig veiran hegðar sér í líkamanum okkar og í náttúrulegri sýkingu. Fyrsta lagi eins og við talað þá meðgöngutími 5 til 6 dagar. Alla jafna. Þegar þú smitast, tíminn sem það tekur fyrir einkenni að koma fram. Alla jafna 5 til 6 dagar. Og það tekur nokkra daga eftir smit þar til að veirumagn fer að greinast. Enda við bara oftast að sýkjast af tiltölulega litlu veirumagni sem fer það inn í frumur og vex með veldisvexti þar inni á nokkrum dögum. Svo það tekur svolítið tíma fyrir okkur að geta greint veirum. Svo einstaklingur eru útsettur, við tökum sýni úr honum strax, það verður alltaf neikvætt. Það óhjákvæmilegt. Hámark veirumagnsins hins vegar snemma í veikinni og sennilegast við upphaf einkenna eða aðeins þar áður. Svo að við getum búist við því alla jafna heilt yfir að flestir sem fá COVID-19 með mesta veiru í sér þegar einkenni koma fram og það fer smám saman dalandi þar á eftir. Smittíminn helst talsvert í hendur við þetta. Smittími COVID-19 breytilegur og það engin sönn vísindi að því leitum til að við getum sagt þú ert smitandi svona lengi. En mesta smithættan líklegast í fyrstu viku einkenna og aðeins þar á undan. Fólk getur smitað COVID-19 áður en það fá einkenni. Það virðist vera kannski helmingur tilfella sem það raunin sem gæti hlut til að býja sér að því við erum að beita svo miklum einangrunum í hægri hálfnum. En svo fyrstu viku einkenna og aðeins þar á undan bæði mest smithætta og líklegast mest af veirunni og þetta helst í hendur. Það sem síðan skiptir máli að hafa í huga að við getum síðan fundið veiru í efri öndunarfærum í yfir 2 mánuði. En þetta þýðir ekki að einstaklingur sé smitandi. Og það margar ástæður fyrir þessu. Það til dæmis það að mikið af því veiru erfðaefni sem við erum að greina inni í frumum og þegar við erum að jafna okkur af veirusýkingu þá hreinsum við í rauninni veirurnar utan frumuna en inni í fruminu kannski svona leifar af drasli í rauninni frá veirunni sem við erum líka að greina með RT-PCR. Sömuleiðis það þannig að í rauninni líkaminn býr til mjög mikið af fölskum veirum, svona veiru drasli, þar sem að veirurnar hafa ekki náð að pakka sig alveg rétt og þær eru ekkert smitandi endilega. Svo það verður svona gölluð eintök af SARS-CoV-2 sem við erum líka að meta og kannski verður það líklegra með tíma þegar COVID-19 þróast. Hérna fín mynd sem ég undirstrika svolítið mikið svona einkenni sytugilda í sambandi við hvenær einkenni koma fram. Hérna dag 0 þegar einkenni koma fram með COVID-19. Þetta hér eru sytugildin. Nú hafa í huga, þetta í öfuru röð, svo efst eru lægstu sytugildin, mesta af erfðaefni, mesta af veirunni. Neðst eru herri sytugildi en lægri erfðamagn veiru. Og hérna bara í rauninni svona samanlögð kúrfa yfir svona flest alltaf sjúklinga og þið sjá það mikill breytileiki en alla jafna eru sytugildin lægst í byrjun og hækka með tímanum sem þýðir að veirumagn mest í byrjun og minnkar með tímanum. Svo við erum með sytugildi milli 30 og 47. Hvað á að gera? Þá þurfum við að horfa til annarra þátta. Þetta þekkt sýking? Eins og ég nefndi, þú getur greint veiruna lengi eftir að COVID-19 hefur komið fram og löngu eftir að einstaklingurinn hættur að vera smitandi. Svo að við þurfum að vita, þetta þekkt sýking? Ef þetta þekkt sýking og við erum með CT32 2 vikum eftir að einkenni byrju, þá ekkert skrítið að vera að sjá þetta og þá vitum við að þetta ekki falskt jákvætt en þetta kannski ekkert klínist mikilvægt. Svo það einkenni. Einstaklingur með einkenni. Ef einstaklingur alveg einkennalaus og með CT35, þá erum við að spyrja okkur, þetta í rauninni COVID-19?
þetta einstaklingur sem bara að byrja að verða jákvæður eða þetta bara eitthvað sem bara tilfallandi mengun. Sömuleiðis útsetning og í rauninni kannski algengi í samfélagi enginn hefur greinst með COVID-19 í samfélaginu og þú ert með CT-gildi 34. Ef það enginn að greinast aktíft núna í samfélaginu. Þannig að þá myndi maður svona áætla að þetta sé ekki eitthvað sem við bara henda jákvætt á og bara búið spil. Svo eitt sem að skiptir bara máli fyrir labbið eru aðrir jákvæðir sem kyslu. Við höfum verið að sjá það að ef að sýnir hlið við hlið, þá alltaf hægt á því að sýnir við hliðina sem neikvætt geti orðið svona í lág jákvætt út af bara hreinlega mengun. Það þarf mjög lítið erfðaefni til að menga á milli. Það getur bara hreinlega verið loftborið erfðaefni sem getur farið á milli í östuðstunum. Þetta oftast ekki vandamál því að það mjög stífir verkferlar á veirufræðideildinni en þetta getur gerst og það þarf bara að hafa það í huga ef maður að sjá það á milli. Þetta mjög viðkvæmt. Svo ef það minnsti vafi hvort þetta sé lágjákvætt, sannjákvætt, falsjákvætt eða minnsti vafi, taka nýtt sýni sama eða næsta dag. Og það bara lykilatriði að ef þetta ekki hvelljákvætt, að hafa í huga að þetta getur verið falsjákvætt. Því við viljum bara staðfesta þetta hefur miklu þýð. Þess vegna gott að taka bæði nefbóks og hálsstrók og blóðsýni í mótandmælingu. Hérna eiginlega aðalgagn sem mótandmælingana það. Þú ert með einstakling sem með svona lágjákvæða veiru í RT-PCR. Og þetta getur vel verið einstakling sem var með COVID-19 fyrir 2 vikum síðan en að jafna sig. Ef hann með mótefni, þá sjáum við það nokkuð skipt. Og þetta svona samræmist því sem við gert á landamærunum með þetta. En þetta eitt af svona gagnlegustu nótkunnum á mótefnamælingu fyrir hvern einstakling. Svo til að taka það saman, greining COVID-19 aðeins möguleg með RT-PCR á sjúklinga sína. Þetta ekki klínísk greining. Þetta ekki greining sem hægt að útiloka næstu með birtingum mynd einkenna. Fólk getur einkennast með COVID-19, bara með tap á lyktar- og bragðskynjun, bara með meltingarfæreinkenni, bara með hósta, bara með hita eða blöndu af öllu. Svo þetta flókið. Þá að taka nefbóks og hálsstrók, verkjaskóla hrákert aðstæðum og lykilreglan taka sýni ef einkenni geta samanast COVID-19. Það var mjög einfalt. Nú rauntíma PCR nýtir sér mögnun vissra búta erfðaefnis með aðstoð sértækra prímera. Og það þá í tilfelli SARS-CoV-2 fáum við 3 niðurstöður. Og við fáum þá 3 CT-gildi. Við fáum CT-gildi fyrir S, við fáum CT-gildi fyrir ORF1b og við fáum CT-gildi fyrir N. Svo nú fá ég raun fyrir. Þetta áoftast að vera mjög svipað milli þessi Evrópumagna. Til að magna vissa búta erfðaefnis notum við prímera sem myndast sértækt við vissa erfðaefnis sem við þekkjum. Þetta greinir samt þannig erfðaefni veiru og áætlar veirumagn en segir ekki nákvæmlega veirumagn. Þetta var svona proxy. Þetta mjög næm og sértæk aðferð sem þýðir það að falsjákvæð niðurstöður geta orðið. Sem þýðir. En þetta eru það nákvæmt og það næmt að við getum stundum verið að fá falsjákvæð niðurstöður frá einhverju mengun. Svo að við þurfum að hafa varna þegar við erum með sérstaklega há CT-gildi sem eru CT-gildi yfir 30. Veirumagn hæst snemmi í veikindum og mér langar bara að undirstrika að mótefni gagnast fyrst og fremst í vafatilfellum eða til að staðfesta fyrirsýkingu. Þá langar við bara að opna inn á umræður svo að það ekki meira frá mér í bíli. Eitthvað spurningar? Já, halló, Ólöf Sigurðardóttir hérna. Mér langar að þakka þér alveg innilega fyrir þessa yfirferð á aðferðinni. Þetta var mjög skýrt og skilmerkilegt. Takk kærlega, Jón. Mér langar bara að benda ykkur á til gamans að það var fyrsta keyrsla gerð í gær á rannsóknarstofunni og það verður spennandi að sjá hvernig sú samkeyrsla fer fram, hvernig niðurstöðurnar úr því kemur. Frábært, það hangum við það. Það er bara að sjá. Ég held að lykilatriðið mitt sé að þetta er mjög flókin aðferðafræði og ég held að enginn efast það. Og þetta líka aðferðafræði sem ekkert 100% varðandi túlkanleika. Þetta flókið í túlkun og það eitthvað sem við erum bara að læra á enn þann dag í dag. Við erum að glíma við mismunandi niðurstöður úr þessum prófum en það alltaf hægt bara að hafa þá í samráði við veirufræðilabbið hvernig við eigum að túlka svörin og þessi CT-gildi. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig svar
það náttúrulega bara fyrir hvern og einn þá ákveðið hvað setjagildi eigum að nota sem jákvætt, lágjákvætt, vafasvar og svo framvegis og hvernig þetta gefið út. Á veirufræðinni þá skoðum við niðurstöðurnar og ef við teljum eitthvað vera vafasvar, þó þessi svara út sem lágjákvætt, þá breytum við því yfir í vafasvar og byrjum nýtt sýni. Og okkur hefur fundist það vera í rauninni mjög gagnleg leið til að svara út að minnka þörfin á því að klínískir læknar þurfa að taka afstöðu til setjagilda því að það í rauninni bara mjög hvimleitt. En í ljósi þess að ég veit ekki nákvæmlega hvernig fyrirkomulagið verður, langar mig bara allir svona átta sig á hvað setjagildi eru, en vonandi verður bara fyrirkomulag sem að við getum nokkuð treyst á það að það sem gefið út sem jákvætt verður bara alltaf hægt að treysta sem jákvætt, en öll vafasvör verða skilmerkt merkt þannig. Já, mér fannst það koma mjög skýrt fram hjá þér og mér finnst þetta mjög mikilvægt skilaboð til lækna að huga vel að þessu setjagildum af því að þetta ekki neitt 100% í þessu en að það verður þá haft samband og mér langar líka bara að benda á að við erum með nákvæmlega sama tækjabúnað og veirufræðin, sömu hvarfefni og það verður farið eftir sömu verkferlum og gert á veirufræðinu á Landspítalanum. Heyrist í mér, Haraldur heiti ég, skurðlæknir og þetta var örugglega mjög skýrt og gott og örugglega flutt, svolítið flókið fyrir skurðlækni, ég verð að viðurkenna það. En ég sá að þetta náttúrulega ekki alveg einfalt já og einfalt nei í þessum tilfellum eins og almenningu kannski heldur. Og þess vegna spyr maður sig svolítið að því að alltaf verið að tala um að þessi veira sé lúmsk, hefur það verið athugað í hvaða tilfellum það hefur verið dæmt neikvætt sem að hefur síðan einstaklingur hefur sýkt aðra, einhver möguleiki á að skoða það í rannsóknum ykkar eða erfðagreiningar það, hvort það eru vafatilfelli sem að hafa svo endanum sýkt áfram? Já, takk fyrir spurninguna og þetta mjög flókið. Þetta lúmskveira, það sem að það sem við virðumst vera að sjá bara með að við gögnum bara erlendis frá, þá sem sagt ef að einstaklingur smitandi, þá hann jákvæður í þessum efri öndunarfæri. En vissulega eins og bendir á, þá getur sem verið neikvæður í byrjun og síðan orðið jákvæður. Og það sem við höfum verið að sjá, það vissulega, þannig ég get ekki sagt nákvæmlega til einstök tilfelli. Það einstaklingur sem voru neikvæður í byrjun sem urðu síðan jákvæður og líklegast smituðu þá aðra í kringum sig því að eins og prófið verður aldrei fullkomlega jákvætt í byrjun og því það meðgöngutíminn, en fólk síðan mest smitandi alveg í byrjun. Þetta rauninni martröð að því leytinu til að þetta skiptir máli að grípa fólk bara strax því annars þau fara að smita það. Svo það alveg tilfelli af því að fólk í meðgöngutímabilinu, neikvætt í fyrsta sýni, smita síðan aðra og þeir eru orðnir jákvæðir en fá kannski einkenni deginum síðar og þar það greint. Það gerist og það líka í rauninni forsendan fyrir því að seinni skimunin var tekin upp snemma fyrir á þessu ári var það að núna kemur ljós 20% af þeim sem voru neikvæðir í fyrstu skimun urðu síðan jákvæðir, eða 20% af þeim sem voru jákvæðir í landamæraskimun greindist í seinni skimun. Og það í rauninni bara undirstrikar það að þetta þýðir að 20% af þeim sem að lokum urðu jákvæðir smitandi voru fyrst neikvæðir, síðan jákvæðir. Þetta tímabil, þessi 5 dagar sem þar á milli, þar sem einstaklingar eru smitandi og þess vegna setjum við þessa kröfu á fólks í sóttkví þess á milli. Svo þetta eitthvað sem við getum rannsakað einmitt með endurteknum sýnatökum og landamæraskimunin kannski gaf okkur einstakt tækifæri til þess að meta hversu algengt þetta en þá það bara mjög valið þýði, svo þetta ekki representativt fyrir íslenskt þýði, en við erum að sjá þetta að það fólk sem var fyrst neikvætt síðan jákvætt og þau geta smitað áfram. En lykilatriði, einstaklingar eru ekki smitandi ef þeir eru með neikvætt, þá stundina ef þeir eru neikvæðir í efri öndunarfæri sín. Það er almennt ekki sýnt sig að það sé samt. Ef einstaklingar eru smitandi þá með mikið magn af veiru hér. Takk. Já, heyrið mig, Gunnar heiti ég, takk fyrir fyrirlesturinn. Jón, mér langar bara aðeins að spyrja, ef þetta svaraði stutt, sko nú höfum við að nota í millitíðinni Filmarey hér, hver svona, ef það hægt að svaraði stutt, hver svona munurinn á því tæknilega séð og þessu PCR sem að taka í notkun núna? Já, bara mjög góð spurning. Filmarey, við getum sagt, náttúrulega fyrir hverju eina
nýja filmari sem við setjum á stað, þá þurfum við að sjá hversu vel þetta ber saman við upprunalega hefðbundna PCR-ið. Sko frá klínikinni séð, við höfum aldrei verið með discordance á milli filmari og hefðbundins PCR. Það var alltaf verið 100% samsvörun á því. Og það sem filmari gerir er að þetta er hraðvirkara próf. Þetta er próf sem gefur okkur svar eiginlega á klukkutíma og þetta er mjög einfalt í framkvæmd í rauninni þó að þetta auðvitað sé um sína eigin mengunarhættu og sína eigin flækjustig. Þetta er það sem við kallum isothermal PCR, svona nested PCR. Svo það sem við erum að gera er að við erum að framkvæma PCR hvarf, við erum að magna upp erfðaefni, en við erum að gera þetta á hátt sem krefst þess ekki að þurfa að fara marga svona hitahring eins og við gert í hefðbundnu PCR aðferðafræðinni. Ekki bara það, til þess að leyfa okkur að gera það, þá gerum við svona kallað nested PCR. Þar sem við tökum einn erfðabút, mögnum hann upp, svo mögnum við hluta af þeim bút upp og svona hluta af þeim bút upp. Og þetta er í rauninni, með þessar tæknir getum við gert þetta í isothermal, án þess að þurfa að fara þessi hitastig, svo þetta krefst ekki jafn mikillar tækniaðstöðu, þetta er fljótara og þetta virðist vera mjög nákvæmt. En ástæðan fyrir því að við notum þetta ekki bara sem standard er að við höfum bara ekki reynslan til að segja að þetta sé í öllum tilfellum eins gott, en við höfum séð 100% samsvörun hingað til hérlega. Vonandi svaraði þetta. Takk. Heyrðu, já, sem fulltrúi læknaráðs eru fleiri spurningar til Jóns? Já, takk kærlega aftur. Já, mér langaði til þess að benda á að á rannsóknarstofunni á Akureyri þá erum við með filmari og erum búin að vera með það núna í tæplega 2 ár og það hefur reynst okkur mjög vel. Það sem er líka þægilegt við filmarið er að þá getur maður oft verið með panel af sem sagt mismunandi sýkingaveldum og mun breiðari stundum og það er hægt að velja í rauninni þann svona sýkingapanel sem maður vill, svo það er til respiratory panelin sem þeir eru að nota. Það inniheldur meðal annars COVID-19, það inniheldur meðal annars MERS líka. Svo að það er svona mjög breiður panel af undirfæðsingum og svo er til líka svona epidemic pakki sem inniheldur mjög margir svona furðulega farsótt, svo er hægt að koma svona mjög fljótt að því hvort það sé eitthvað sem maður þarf að gera með mismunandi pakkum af filmari. Já, eru fleiri spurningar? Já, ef ekki þá bara, Jón, þá þökkum við kærlega fyrir. Bara sjálfsagt. Og ég verð helst svona pappaðinum og mömmuðinni, við vorum saman í bekk. Ég skila því. Já, ok. Takk kærlega fyrir. Já, bless.